Jæja, velkomin í páskavlog. Það er 50. skírdagur og ég er endur ekki komin í páskafrí. Ólafur er búinn að vera í páskafrí alla vikuna. Á morgun er seinsti dagur minn og svo ætla ég að taka mér helgarfrí pluss annan í páskum frí. Þannig 3 daga. En ég kláraði páskaegg-innkaupin í dag og ég sýni ykkur hvað ég keypti. Ég er sko búin að vera að borða páskaegg alveg bara allan mass. Ég held ég hef keypt mér 2 svona pínulít, eða svona, þú veist, 2 svona stór páskaegg. Svo er Brynja búin að koma heim með 2 páskaegg, þannig ég er alveg búin að vera að borða páskaegg, en maður þarf alltaf að eiga 1 á páskadag. Brynja langaði í svona sambó-egg. Þetta er þrista með sælgætisfyllingu. Þetta er ekkert eðlilega dýrt páskaegg, þetta kostaði, ok, stendur ekki, ég held að þetta kostaði 3000 eða eitthvað. Svo er ég sko að brjóta stríkið mitt, mér finnst það geðskrítið, en frá því ég bara man eftir mér hef ég fengið bónuspáskaegg nr. 6. Og bónuspáskaegg eru gói páskaegg, þannig að þetta er basically sama súkkulaðið. En ég keypti mér gói páskaegg nr. 7 af því ég er preggo og ég má frýta, ég er að borða páskaegg fyrir mig og baby, þannig að mæntlega stækkaði ég við mig ár. Ég finnst gói páskaegg súkkulaðið langbest. Eins og ég sagði í seinasta vídeói, þá borðar Ólafur ekki páskaegg og ég var að leita af svona til þess að bara fylla inn í sjálf. Fann ekkert í Tiger eða Hagkaup eða Söstrinni. En svo fór ég í Fjarðarkaup og ekkert eðlilega sæt páskaegg þar, svona múmín páskaegg. Það voru alveg 6 myndir sem gast valið á milli og hann fekk að velja sér þessa mynd. Já, þú veist, það kemst alveg ágætlega mikið í þetta og ég fór í búð í dag og ég keypti aðeins í það. Það eru sérst blanda af smá dóti og nammi. En ég keypti þessa kubba, svona lítinn kubbapakka. Svo keypti ég svona sand, kinetic sand eða eitthvað heitir þetta, magic sand. Hann er búinn að leika sér svo mikið með svona sand að því hann fekk svona í afmælisgjöf, þannig ég keypti bara annan lit, hann eftir að elska þetta. Svo setjum ég eina ávaxtastöng, 1 rúsínupakka, 3 svona sleikjóa. Svo átti við gummibangsa, þannig ég er bara að setja það hér. Mér langar að kaupa aðeins meira út af því að mér, þú veist, það kemst alveg meira í þetta, skilur. En ég er að pæla að bæta ykkur smá við í þetta. Þannig að þetta er páskaegg fjölskyldunar í ár. Það er ekkert eðlilega fallegt úti núna. Sun is shining og klukkan er að vera 8 kvöld. Ég tek mér eiginlega alltaf frí þegar Ólafur er í leikskólafríi. En þessa viku ákvað ég að vinna bara til þess að eiga safna pening. Maður er að safna frá orlofi. Á morgun er ég að vinna svona 9 til 2. Og ég ætlaði eitthvað að reyna að hitta Ósk beint eftir vinnu, taka kannski göngutúr ef að veðri leyfir. Svo er ég með svona einhver helgaplön, langar að gera eitthvað páskó. Það er bara að byrja á nýju vloggi, þannig að ég væri bara svona dottinn inn í páskavloggið og reyna að sýna ykkur aðeins frá páskafríinu. Og ég er ein í byggingunni og mér finnst það alveg creepy. Sérstaklega því að hurðin, þú veist, var ólæst í alla nótt. Það var bara engin bíl hérna. Trust your gut, heal your gut. Ég held að neyta trust your gut. To go. Mér finnst hann ekki eins og það góður. Mér finnst hann rosa bragðlaus, en ég pantaði hann alltaf út af þetta er meiri matur en safi. Það kom gælaðinn og pantaði sér ískaffi og ég fekk bara svona, ég væri alveg til í að panta mér ískaffi. Ég er ekki búin að drekka kaffi síðan í nóvember, sko. En ég held samt ég myndi æla ef ég myndi fá mér kaffi, ef mér myndi ekki líða vel eftir það. Anyways, farin í göngutúr með smá nesti. Það er óléttari göngutúr. Þetta er hérna 5,2. Vá, og hvað var tíminn okkar? Klukkutími og 18 mínútur. Duglegar? Já. Góðan daginn. Ég er að fara að hitta Natalíu í sundi. Ég ákvað að taka Ólafur ekki með af því að ég nenni ekki. Mér finnst ógeðslega leiðilegt að fara með henni í sund nema að sé bara gett gott veður. Út af hann er alveg ofvirkur í sundi. Hann vill alveg fara á milli lauga, hann vill alveg fara í kvöldu laugina og rennibrautirnar og eitthvað. Ég var alveg til í smá bara svona rólegt sund með Natalíu. En við erum búin að fara að leika í dag og við erum búin að dunda okkur, þannig að hann er kominn til mamma og pappa og ég ætla að fara að hitta hana í Garðabæjarlaug og svo ætla ég að hoppa í Hagkaup og kaupa aðeins meira í páskaegg hans Ólafurs. Þannig að ég fengum bongo, sundið. Og handfar. Já.
2 tíma sesjón. Ég ætla að bæta ykkur í páskaeggjum hans Olivers. Ég er búin að kaupa eitt svona. Og ég er spáið að kaupa meira svona kinetic sandót út hann elskar það. Spáið að taka þetta. Já, post, swim, hádegismatur, avokado, egg og granitepli, avokado, egg og kál. Mamma bauðst til að vera með Oliver lengur. Ég ætla að fara að sækja hann en hann er víst bara að dunda sér svo mikið hjá henni þannig að ég ætla að borða og svo ætla ég að fara í bara tiltekt. Það er búið að vera smá chaos á heimilinu senstu daga því Oliver er náttúrulega búin að vera heima allan vikuna. Já, ég held að sé bara engin meiri plön út þennan dag. Morgun er páskadagur og ég er svo spennt að borða súkkulaðið mitt. Góðan daginn, Lúli. Góðan daginn. Gleðilega páska. Klukkan er bara 8. Lúli er aðeins inn í herbergi að horfa. Ég er búin að gera svona páskaeggjalaut fyrir hann. Ég er búin að fela nokkra svona miða húsið með vísbendingum hvar næsti miði er. Og þegar hann kemur fram þá má hann fara að leita páskaeggjunu sínu. Ég er aðeins að tefja hann með því að hafa hann inn í herbergi. Bara meðan ég aðeins vakna og ég ætla að vekja Brynjar og hann að vera með okkur og svona. En það er ógeðslega fallegu dagur, alveg svo bara í gær og hinn. I love it. Þannig að við ætlum að gera eitthvað skemmtilegt í dag, fara í göngutúr og eitthvað. Nú er að opna hann. Hvað er þetta? Að fara að bað. Já, þá er að fara hann að bað. Ég næja til. Ég skal rétta þér. Hvað er þetta? Vatngrein. Þú veist já, það eru snúið svona. Gluggi. Já, og hérna opnar maður. Hvað er þetta? Hurð. Já, hvað er hurðin okkar? Já. Ó, fannstu annan miða? Já, við erum að opna þennan. Og hvað er þetta? Talva. Fannstu annan miða? Já. Að fara löffel. Ó, seinasti miðinn. Hvar er páskaeggið þitt? Páskaegg. Fannstu það? Ég fann. Það er skemmtilegt. Ok, byrju, ég er að reyna að brjóta þetta. Vilt þú brjóta þetta? Ok, hvað er það? Vel kært. Ég gera það. Ég er mjög fast. Ég er svo stolt af mér að hafa ekki borðað þetta páskaegg í vikunni. Svo gott. Nei, sko, hvað er gott veður? Það er ekkert eðlilega sterk sól. Við erum á leiðinni í smá VIP sundferð. Við höfum alla sundlaugina útaf fyrir okkur. Fullt af dóti. Ég gera það. Hæ! Þetta komin! Það vill bara í bátinn. Það var ekkert eðlilega næs í sundi. Þetta var bara besta veður ársins. En við erum mætt aftur út. Vel gert! Ok, ég var næstu ekki búin að taka myndavélina upp út af því að ég er svo ófersk að ég var bara, oh my god, ég get ekki vloggað í dag, sko. Við fórum semst í páskamat í gær. Gerðurinn var geggjaður. Bara að byrja daginn á þessu sundi var bara, gerði svo mikið fyrir daginn. Svo fórum við bara, já, út eitthvað að leika og vorum bara að chilla og síðan fórum við í páskamat til mömmu. Í dag búið að vera ógeðslegt veður. Við vorum bara með smá svona hádegismat hérna heima. Bróðir Brynjar kom í heimsókn og núna er ég og Oliver bara ein heima. Brynjar er hjá bróður sínum að horfa á okkur leik. En já, klukkan er bara 8:30.
og Óli sofnaði bara 8:00. Við máluðum í dag, ég og Brynjar, barnaherbergið, fórum loksins aðra umferð og mér líður eins og ég þurfi að fara eina umferð viðbót. Ég að spá að gera það bara núna í kvöld, bara klára þetta af og þá mun ég kannski sýna ykkur eitthvað á næstu dögum bara þegar við byrjum að græja meira í þessu herbergi. Ég var líka að fatta sko að ég hef ekki postað baðherbergis framkvæmdavlogginu. Ég var að horfa á eitthvað gamalt vlogg hjá mér sem ég var að segja, þú veist, að ég væri að fara að vlogga alla framkvæmdirnar og ég á þetta vídeo, ég var ekki búin að klára það, þú veist, það vantar, ég veit ekki, ég mun posta því, ég mun posta baðherbergis framkvæmdavlogginu. Þetta er alveg langt og held alveg skemmtilegt vlogg. Ég segi að baðherbergið séu svona 95% tilbúið, þetta er tilbúið en við þurfum bara að setja upp hérna spegilhillur, eitthvað svona details. Þannig kannski bara eitthvað smá framkvæmdir á næstunni hjá mér og ég mun örugglega að taka upp myndavélarnar aftur bráðum og sýna ykkur frá því. Annars kom ég eiginlega bara til þess að kveðja ykkur og segja takk fyrir að horfa og vonandi áttu við geggjaða páska og gott frí og allt svoleiðis. Þannig að við sjáumst bara næst.